Góðan daginn, kæru gestir, bæði þeir sem eru hérna með okkur og þeir sem eiga eftir að horfa á þessa upptöku á N4 seinna verið velkomin til okkar. Ég var látin skrifa niður það sem ég ætlaði að segja hérna í dag því ég á það til að tala eins og mikið. Þannig að ég til þess að halda strangri tímaáætlun þá ætla ég að hefja leikinn. Ég vil byrja náttúrulega auðvitað á því að ég þakka ykkur innilega fyrir að vera hérna með okkur. Ég er gríðarlega ánægð með það. Við ætlum að þessum tíma sem við eigum með ykkur að kynna fyrir ykkur með miklu stolti þá 19 dagskráliði sem verða á N4 í vetur. Er að ræða ýmsar nýjungar í bland við gamalkunna vini sem að margir þekkja heim í stofu. Mér langaði að segja ykkur að N4 er eini fjölmiðill landsins utan netmiðla sem dreiftir á landsvísu en er með ritstjórn og höfuðstöðvar sínar utan höfuðborgarsvæðisins. En hvaða máli skiptir það eiginlega? Það nefnilega skiptir alveg gríðarlega miklu máli að mínu mati. Okkur á N4 líður líklega eins og þessi stund akkurat núna hérna í Hofi sé það allra mikilvægasta sem er að gerast í gjörvellri sólkerfinu akkurat núna. Það er ekkert alveg víst að það sé rétt hjá okkur en þetta er okkar upplifun því að það er þannig með okkur öll líklega að okkar líf og ástríða er það sem skiptir mestu máli í okkar lífi. Því að miðjan hún hvílir gjarnan undir okkar eigin iljum. Ég held að hver sá sem stillir á N4 sjáu að búseta dagskrárgerðarmanna hefur töluverð áhrif á forgangsröðun og efnisvali á stöðinni. Það eru því landsbyggðirnar sem eiga oftast sviðið á N4 og já, ég segi landsbyggðirnar því þær eru vissulega margar. Hins vegar er stefnan einfaldlega að gera gott sjónvarpsefni sem höfðar til allra landsmanna óháð búsetu. Ef það er hægt að gera það í Reykjavík þá er líka hægt að gera það á Akureyri. Einmitt og það er þess vegna sem við í dag kynnum með stolti að í systur þáttunum og hryggjarstykkjónum okkar að þáttaröðinni, svo kallaðri, er að vestan að bætast í hópinn og við fögnum því innilega í dag. N4 er því loksins að ná því að standa undir nafni ennið stendur fyrir að höfuðstöðvarnar séu á Norðurlandi hér á Akureyri og 4 fyrir fjórðungan okkar Norðurland, Suðurland, Austurland og Vesturland og Vestfirði. Okkar næsti draumur er einmitt tengdur Vestfjörðum og markmiðið er að finna leið til þess að hefja með í dagskrárgerð á Vestfjörðum eins fljótt og auðið er. Við stefnum að því að þessir systurþættir séu framleiddir á viðkomandi svæðum, það er að segja af fólki sem þar býr og sýndir hér á N4. Þannig trúum við því að unnt sé að opna glugga milli landshlutana, auka innsýn, skilning og ekki minnst virðingu fyrir hverju svæði fyrir sig. En ekki síður að efla sjálfsmyndina innan svæðana, því landsbyggðirnar eru fjársjóður Íslands ekki síður en höfuðborgarsvæði. Við eigum reyndar alveg fleiri drauma, heilmarga drauma, en það er nú kannski önnur saga. Einn þessara drauma er að auka dreifingu á N4 sjónvarp. Í dag ná allir sem eru með móttakara frá símanum okkur á Rás 6 og 90% þeirra sem skipta við Vodafone eiga geta náð okkar efni á Rás 29 og vonumst við til þess að komast ofar á þeim lista innan skamms. Helst númer 6 en það er kannski bara draumur. En þar sem við leggjum gríðarlega áherslu á landsbyggðirnar í okkar dagskrárgerð þá skiptir Bárðardalur okkur ekki síður máli heldur en Reykjavík. Því það er ekki bara fjöldi hausa sem telur í okkar sýn heldur landið allt sem heild. Það er gríðarlega kostnaðarsamt að greiða fyrir dreifingu á sjónvarpsefni okkar og leitum við logandi ljós eða leið til þess að komast í dreifingu allt land án þess að verða gjaldþrota. Við fáum fjölda símtala, tölvupósta og heimsókna þar sem fólk leita leiða til þess að ná okkur og stundum er það einfaldlega ekki hægt að við höfum ekki efni á því og okkur finnst það sorglegt. Góðu fréttirnar eru hins vegar þær að N4 er eina íslenska sjónvarpsstöðin sem hægt er að horfa á netinu í beinni útsendingu allan heim. Að auki setjum við efnið okkar á heimasíðun okkar og það er aðgengilegt þar töluverðan tíma. Það er einnig hægt að ná okkur á OS-appinu og vonandi komumst við einnig fljótt í frelsi símfyrirtækjanna, Símans og Vodafone. Nú að þessu sögðu er okkur ekkert að vanbúnaði að kynna fyrir ykkur vetrardagsskrána okkar á N4 og við byrjum á þættinum að norðan sem er á dagskrá alla mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga. Ritstjóri núna er Birna Pétursdóttir en hún er stödd erlendis í langþráðu sumarfríi. Það er því nýr liðsmaður okkar sem við erum gríðarlega ánægð með að nú sé komin í okkar lið en hann hefur haft að atvinnu að fylgjast með norrlenskum mann og atvinnulífi í liðlega 20 ár. Karl Eskil, velkomin. Komið sæl. Í að norðan er rætt við fólk sem að býr á svæðinu frá Borðeyri til Bakkafjarðar og það eru 3 til 4 innslög í hverjum þætti
og samkvæmt bókhaldi síðasta árs voru innslögin í þættunum 740. Engin önnur íslensk sjónvarpsstöð getur státað af slíkum tölum af landsbyggðinni í einum þætti. Og það er gaman að segja frá því að dreifingin eftir sveitafélögum merkilega jöfn miðað við mannfjölda á svæðinu. Að norðan því hreinræktað svæði sjónvarp Norðurlands. En skiptir þessi umfjöllun einhverju máli? Já, klárlega. Viðmælendur N4 á Norðurlandi vestra voru spurðir af Gallup hvort umfjöllunin hefði haft áhrif á ímynd svæðisins. Og skemmst frá því að segja að 95% svarenda sögðu að umfjöllun N4 hefðu haft jákvæð áhrif á ímynd svæðisins og við á N4 erum afskaplega stolt af þessum svörum. Og við ætlum okkur að halda áfram, tölur þessa árs sína að umfjöllunin hún dreifist áfram nokkuð jafnt svæðið. Það sem sagt fólkið, áhorfendur með okkur og það sína áhorfskannanir allar. En okkur ekkert óviðkomandi í að norðan, viðmælendur fá ágætan tíma og það kunna áhorfendur greinilega vel að meta. Við höldum sem sagt glöð og ákveðin inn í haustið og veturinn. Við viljum vera notanleg, heimilisleg, fræðandi og skemmtileg. Og góð liðsheild N4 ætlar sér að búa til gott og uppbyggilegt sjónvarp þar sem linsum tökuvélana og hljóðnemum beint að landsbyggðinni. Gengur kvikindið. Komið sæl og velkomin í að norðan. Komið heil og sæl og verið velkomin í að norðan. Komið sæl og velkomin í að norðan. Hjálpar það stundum bara að standa nálægt með Íslendingar og borða hákarla. Æðislegt. Þú veist, þegar ég horfa mynd, það fæ ég einhvern veginn hugmynd bara hana og fæ myndina aftur hérna. Það tókst mér eftir frekka stuttum tíma að sannfæra maðurinn minn að við þurfum að byggja torfhús. Þá fór bara allt á stað. Í þáttunum að norðan í vetur höldum við áfram að kynnast menningu og mannlífi á Norðurlandi, allt frá Borðeyri til Bakkafjarðar. Það mikil tækni. Þá væri bara beautiful að sjá okkur takast í hendur að lokum. En Akureyri nú falleg á þessum ástíma. Já, og meira segja í rigningunni sko. Titillinn á bókinni, hann svolítið sérstakur. Einhverfa, túrætt og þráhyggja. Þetta titill sem grípur mann. Já. Hvernig kemur hann fram í bókinni? Heyrðu, ég vildi gera þetta út frá því að ég hef allt þetta. Fylgstu með að norðan á mánudögum, þriðjudögum og fimmtudögum hér á N4. Sælt fólkið. Fór næstum fyrir mér eins og leikaranum forðum sem að fór nákvæmlega eftir handritinu, kemur inn vinstra megin og lokar eftir sér hurðinni og hann sagði náttúrulega fyrst kom inn vinstra megin og lokaðu eftir sér hurðinni. Ég var næstum búinn að segja muna þú ætti að koma fram á eftir Kalla. Mér var nú hugsað til þess að Kalli var að tala hérna áðan. Þetta verður svæðis sjónvarp Norðurlands. Heyrði í óma í eyrunum á mér. Svæðis útvarp Norðurlands, góðan dag, Karl Eskil Pálsson. En ég drakk það í mig með móðurmjólkinni í orðsins fyllstu merkingu að fyrir austan væru fallegustu fjöllin, þar væri líka fallegasta og gáfaðasta fólkið og þar væri alltaf besta veðrið. Nú þar var ég líka alinn upp að hálfu, alveg fram undir tvítugt og greip það því fegins hendi þegar mér gafst tækifæri til að gera sjónvarpsþætti Austurlands því að mér fannst Austurland hafa verið afskipt lengi af vel flestum fjölmiðlum á landinu. Nú þetta hefur tekist, ég ætlaði reyndar bara að byrja með svona 20-30 þætti en ég heldur sér orðnir 160 eða 70. Nú þakklætið hefur orðið þessu valdandi að við höfum haldið áfram. Nú ég finn nú bráðum að draga saman seglin en ég veit að það koma menn og konur í minn stað. Og ástæðan fyrir hvað þetta hefur gengið vel líka svo að ég þekki mjög vel til á Austurlandi
og líka að ég hef haft hann Hjalta vin minn Stefánsson myndatökumann með mér og hann svona helsti tengiliðurinn við svæðið. Við getum til dæmis séð það í kvöld í Glettuþættinum. Þar sýnum við einstaka náttúruperlu sem ég næstu vissum að fáir hafa séð. Og ég hef líka tekið eftir því þegar ég svona þvælast á förnum vegi að fólk að koma og þakka mig fyrir að hafa sýnt staði á landinu sem það hafði ekki hugmyndum að væri til. En við skulum sjá örfáar klettur að austan. Þetta er fólkið og velkomin með mér í Glettur. Glettur klukkan 18:30 á fimmtudögum. Ekki sleppa Glettum að austan. Sjáumst! Komið blessu og sæl, ég er sérfræðingur á sunnan. Ég varð að fá að segja þetta, ég er búin að bíða eftir því lengi. En það er gaman að vera hérna með ykkur og það er alveg einstök forréttindi að fá að tilheyra þessum dásamlega hópi sem að býr til N4. Og við Sighvatur Jónsson, Eyjamaður, tökumaður og allt hitt fengum þetta skemmtilega verkefni upp í hendurnar og byrjuðum að flakka Suðurland í janúar. Og okkar umráðasvæði er frá Höfn til Hafnar. Það er eiginlega bara alveg frá Hellisheiði og austur á Höfn. Og þetta var mjög ævintýralegt, sérstaklega fyrir Norrlendinginn að fá að kynnast þessum nýja landshluta. Ég komst til dæmis að því að ófærð þarf ekki endilega að felast í heiðum og norðaustanátt. Það getur nefnilega stundum verið svo hvasst undir Eyjafjöllunum að maður veit ekkert í hvora áttina maður er að fjúka. Þannig að þetta hefur verið lífsreynsla, þetta hefur verið algjört ævintýri, okkur hefur verið stórkostlega tekið og við erum að vísu ekki með neina könnun í höndunum sem að sýnir ánægju Sunnlendinga en ég held að segja sitt að við erum föðmuð og kyrst hvar sem við komum og það er fínn mælikvarði. Við erum búin að gera 100 mannlífsmyndir á Suðurlandi síðan við byrjuðum og við erum lögð á stað aftur eftir sumarfrí og spurning hvort að þú tekur ekki bara við hvatinn minn núna. Við Magga flökkum Suðurlandi til þess að kynna okkur sunnlenskt mannlíf í sinni fjölbreyttustu mynd. Við skulum líta á brot af afrakstrinum sem þú sérð í vikulegu sjónvarpsþáttunum að sunnan. Þetta er stærsti hellirinn af 10 hellum sem eru hér á torfunni. Það er úrhelli hérna í Reykholti. Alltaf sól í Arðaverjalandi. Working here with the smell of the strawberries and it's really nice. I like it a lot. Ég held að ekki sést nýtt í mig fyrir hárið. Viltu taka þetta? Já. Það er það sem ferðamaðurinn er að koma og skoða hér, það er að koma í svartan sand og okkur finnst það mjög skrítið. Mér finnst þetta með alltaf að ég sé betri í dag en í gær. Carry us far away. Jökullinn, hann er bara vinur okkar. Hann er bara svo fallegur. Þetta er það sem ég er með á morgunverðarborðinu hjá mér núna. Og ég segi bara eins og Reynir Pétur, gakktu með mér. Velkomin á Suðurland. Að sunnan með Margréti Blöndal og Sighvati Jónssoni á miðvikudagskvöldum á N4. Þetta er svo flott! Það er svo flott að þú skrifa flott F-L-O-T-T og einu sinni N-T. Ef ekki fjögur, þrjú, ef 4 og T. Það er svo flott! Það er ekki hægt að fá mikið fallegra hrós heldur en þetta sem við fengum frá honum Reyni Pétri. En ég fæði að vera aðeins lengur því að mér langar til þess að fá að segja ykkur frá nýrri þáttaröð sem að verður sýnd eftir áramótin. Þessi þættir koma til með að heita Íslendingasögur og það eru líklega svona 4 ár síðan ég fekk þessa flugu í höfuðið að mér langaði svo að gera viðtalsþætti þar sem væri talað við Íslendinga sem væri að erlendu bergi brotnir. Forvitnast þá og eiginlega er þetta náttúrulega bara klassísk íslensk forvitni.
Þetta bara svona hverra manna ertu, hvaðan kemuru, hver þín sýsla og hvernig var þín bernska og hvernig var lífið þitt og af hverju ertu komin hingað. Nú það tók ákveðin tíma að láta þetta allt saman meltast og auðvitað þarf maður að hafa miðil til þess að geta svo miðlað góðum sögum og N4 voru svo dásamleg og þau og þær stöllur, Marja og Hilda Janna, að vera tilbúna til þess að gera þetta með okkur. Og starfsmaður minn í þessu verkefni Heiðar Mar Björnsson. Hann kvikmyndagerðarmaður, nýfluttur frá Bretlandi, sestur að á Akranesi. Þannig að kannski má segja að Íslendinga sögurnar okkar, sögurnar af þessu fólki sem kom flest með flugvél, ekki með víkingaskipum, en Íslendinga sögur eru þetta nú samt, að það má eiginlega segja að þessir þættir séu þá bæði að utan og að vestan. En við skulum aðeins kíkja pínu brot. Og svo örgum við að stað á lestastöðuna. Ég var svona manneskja alltaf frá byrjunni. Ég var alltaf með smá svona að dansa heima, alltaf dansa. Við vorum svo þyrst og mér langar svo mikið að fara út og fá mér vatn. Ég var nú kannski ekki aðalstjarna en ég var í hljómsveitinni sem var dálítið góður og fræg, sko. Og þar kom pabbi úr fangelsi. Ég ætlaði einhvern tíma að vera prestur. Það var ekki svona alveg hér, það var mikið svona sambandi. Og það sem sló mig mest, það voru nokkrir kallar og þeir pældu sig undir pilsfaldinu kvennanna. Íslendingasögur, klassísk íslensk forvitni á N4. Góðan daginn. Sem sérstakur eldhúsmála ráðherra N4 datt í minn skaut að elta uppi þá bestu í eldhúsunum. Matreiðslumeistara sem að hafa stíð á erlenda grund og elt okkar fag, kokkana, í matreiðslukeppni sem haldin í Lyon í Frakklandi annað hvert ár og ótvírætt heimsmeistarakeppnin í matreiðslu. Nú aðstoðarráðherrar mínir í þessu ferðalagi, þeir Sindri Steinarsson og Stefán Friðriksson, hafa ferðast með mér ansi marga kílómetrana og þekkjumst við kannski full vel. En við skulum endilega kíka inn í eldhúsin og forvitnast hvað mér langar að gera í eldhúsunum og þessum snillingum. Gjörðu svo vel. Bocuse d'Or matreiðslukeppnin haldin annað hvert ár í Lyon í Frakklandi og ber nafn hins virta matreiðslumeistara Paul Bocuse. Keppnin hefur verið haldin síðan 1987 þar sem færri þjóðir komast að en vilja og aðeins eftir að hafa sigrað forkeppni úr sinni heimsálfu. Bocuse d'Or því oft kölluð hinn eina sanna heimsmeistarakeppni í matreiðslu. Árangur íslenskra matreiðslumanna hefur vægast sagt verið glæsilegur og sýnir tölfræðin að Íslendingar í hópi þeirra allra bestu. Það því óhætt að krefjast áframhaldandi árangurs í komandi keppnum. Þetta hófst 95, 97 fyrir að skoða keppnina og fekk náttúrulega bara gæsa og sá hverslega stærð þetta væri. Það svo mikilvægt við þessa keppni, svo alltaf að læra af bara það sem aðrir hafa gert og hvernig aðrir gerðu það. Breytti þetta þér sem fagmanni? Já, klárlega. Þarna þarf snyrtimennskan að vera ekstra góð. Ekstra góð. Ekki bara góð, heldur ekstra góð. Við sjáumst á N4 í kokkunum okkar. Akkurat. Ég ætla að byrja með stefnumótaþátt á N4 í vetur. Hann mun heita Hildur Eyr í kaffi og grand. Nei. En þessi mynd samt sko, hún býður svolítið upp á þetta svolítið tælandi augnar á þarna. En ég bara með gervi augnar á þessari mynd. Þess vegna lítið svona út. En já, ég ætla sérst að vera með þátt í vetur á N4. Af því ég hef svo lítið að gera þá hvað ég að taka að mér einhver verkefni í bænum.
og þetta nú svolítið stólið konsept því að hugmyndin að ég verði svona Yngvi Hrafn á N4, verði með minn þátt og sitji með kaffibollan og tali eins og þessi engin morgundagur það sem ég sýnist. Það getur orðið mjög spennandi fyrir ykkur öll að horfa á það. En svona öllu gamni slepptu, þá þetta sem sagt þáttur, spjallþáttur. Ég svolítið vön að tala við fólk, það gerist næstu á hverjum degi. Og við köllum hann Hildur Eir milli himins og jarðar og það alltaf mjög þægilegt vegna þess að ég eðli mínu hvatvís þannig að þó að væri kannski búið að ákveða eitthvað umræðefni í þessu þætti þá eins víst að það muni breytast þegar upptökur fara á stað. Já, ég hef svolítið verið að skrifa pistla eins og kannski einhverjir vita og þar ég bara eitthvað að fjalla allt milli himins og jarðar. Ég hef talað hundahald og heimsóknir til kvensjúkdómalæknis, ekki það tengist eitthvað, trú og geðveiki, það getur tengst reyndar. Hvað fleira hef ég talað í þessum pistlum? Íþróttaiðkun og reynslu mína af íþróttaiðkun í grunnskóla og það dramatísk saga sem ég mun kannski taka fyrir einmitt í einu þætti í vetur. Ég ætla að fá til mín fólk til þess að ræða þessa hluti og í fyrstu þáttunum fæ ég ungt fólk af því að ég upptekin af því að ræða við ungu kynslóðina. Ég held að sé mjög hollt fyrir okkur sem eldri erum að heyra hvernig unga kynslóðin sér okkur sem erum að böðlast við að halda þessu þjóðfélagi gangandi og hvað við getum gert betur. Þannig í fyrstu þáttunum fæ ég menntskælinga til mín og við munum fara svolítið yfir það hvernig þeim líst á samfélagið og það sem að við eldra fólki erum að gera og hvað megi betur fara. Og ég hlakka virkilega til að fá þau, það eru 2 flotti nemendur á Menntaskólanum Akureyri sem ætla að vera með mér í fyrstu þáttunum. Og síðan bara kemur í ljós hverjir koma eftir það, ábendingar vel þegnar úr sal eða á Facebook og svo ætla ég að tala eitthvað í þessum þætti líka sjálf og það getur orðið mjög skrautlegt sko. Þannig að það verður kannski svona rauður stimpill efst í horninu, ég veit ekki hvort það mun gerast þegar líður á veturinn. Við tölum allt milli himins og jarðar, það vandi að vera manneskja og eina leiðin til að takast á við það, eða sko ein mikilvægasta leiðin og besta leiðin til að takast á við það er að tala það. Og ég var einmitt að hugsa þegar ég var að keyra hingað að það sennilega sko ekkert leikrit og engin bók verið skrifuð og engin tónlist orðið til eða kvikmynd öðruvísi en að fólk hafa orðið fyrir áhrifum af einhverju samtali. Það snýst allt það, samtöl. Hlusta og tala. Þannig að þetta gott konsept. En ég ætla ekki að tala lengur, ég átti að vera 2 mínútur. Já, gestur sem gæti ekki verið með okkur í dag, þannig ég sendur upp á svið til þess að tala fyrir hans hönd, en hann samt skildi eftir smá kynningamindband eða það sem hann talaði til ykkar, þannig að bara Gústi, rúla að stað. Komið í blessu og sæl. Og gaman að sjá okkur öll hérna í salnum. Jæja, en ég á náttúrulega verið þarna á sviðinu með hún Sindra. Ég bara hérna upp á þessu tjaldi. Vegna þess að ég núna í Reykjavík að passa barnabörn. En það skiptir nú ekki nokkru máli. Þátturinn að renna inn á 3. árið og við erum búin að tala við 70 manns og það nóg af fólki eftir til að tala við, skemmtilegu fólki. Fyrirgefðu Sindri minn að ég skuli ryðja svona inn. Sönnu á ég að vera að passa barnabörnin í Reykjavík. Harði diskurinn ekki betri en svo, hann floppy og ég á að passa þau næstu viku. Þess vegna kom ég bara. En kemur vel út kallinn. Ég tók eftir í byrjunni að það eru myndir af öllum, svo N4 merki sett yfir myndina af mér. Hún eiginlega minnst. Það allt í lagi, þetta stærsti þátturinn. En þessi þáttur að nálgast eða fara að renna inn í 3. árið. Það búið að taka upp einu 80 þættir og senda það út
spjall við skemmtilegt fólk af ýmsum toga, ýmsum aldri, þannig að það það sem að kannski gefur þessu gildi. Og við ætlum að halda þessu áfram við Sindri Þór Sverrisson, kvikmyndagerðarmaður, lærður í útlöndum. Það var ekki neitt hægt að hafa neitt betra fyrir mig. Og þannig að ég hlakkar þú ekki til? Já, ég líka. Ég hlakka líka til vetrarins og við ætlum að dunda okkur í þessu hérna í vetrum með öllu þessu fólki sem að gera þessi skemmtilegu þætti. En það einhver smá sýnishorn á þessu? Þetta ég. Já. Og ég minnist reglulega á heima hjá mér hvort við hefum ekki bara að fara og gera spændur. Ég var í ágúst í Sádi-Arabíu í Búrku. Góðan daginn. Ég að tala við hálf í tal. Ég mér alltaf og sagði alltaf við sjálf mér, ég ekki alveg búin með RÚV og fjölmiðla. Það möguleika á Grímsey. Hvítir mávar. Bara lítill og þægilegu spjallþáttur lífið og tilveruna. Fólk af báðum kynjum, ýmsum aldri og öllum stærðum og gerðum. En fyrst og fremst áhugavert og skemmtilegt fólk sem segir sögur. Hvítir mávar á flugi alla þriðjudaga klukkan 6:30 hér á N4. Ég enn ung, sko. Já, ég sagði kollung. Já, og við hlökkum bara til og það verður gaman að vera með ykkur í vetur og hvítum máfum, þannig að við sjáumst bara fljótlega. Takk fyrir. Við erum hérna 3 komnar til að kynna þáttinn Praktískt. En eftir að við Íslendingar erum meira meðvitaðir að lífsgæðin felast ekki í dauðum hlutum, við erum öll með það á hreinu, þá fórum við að umgangast af meiri virðingu og góði hirðirinn í Reykjavík og fjölsmiðjan hér á Akureyri, Hertex og Rauðikrossin hafa fengið auki gildi. Eins og við fæst eftir hrun í vöxt að fólk geri hlutina sjálft. Síður eins og Pinterest og aðrir hugmyndabankar á netinu hafa orðið mjög vinsælar og við kynnum nýjan þátt í þessum anda sem miðaður að því að áhorfendur geti fengið góð og nytsamleg ráð og skemmtilegar hugmyndir. Ekki það? Jú. Og við ætlum að hafa þáttinn fjölbreyttan þannig að það sé eitthvað fyrir alla í honum. Við ætlum að búa til hluti frá grunni og endurnýta og breyta og bæta og laga og fá alls konar góðar hugmyndir. Og við erum ótrúlega rík af hæfileikaríku fólki á N4 og þess vegna höfum við ætlum að nýta það eins og við mögulega getum og höfum þess vegna fengið fólk úr öllum deildunum okkar til að vera með í þessum þætti. Og svo ætlum við þetta líka að fara að tala við hugmyndaríkt fólk út í bæ. Og við segja eins og heldur, við tökum gjarnan á móti ábendingum sniðugt umfjöllunarefni eða frábæra viðmælendur og það hægt að senda okkur á tölvupósti og það n4@n4.is. Já, ég sem sagt hluti af þessu teymi sem stendur á bakvið Praktík og það sem mér finnst svo skemmtilegt við þetta verkefni það að í þessu þætti erum við að deila kunnáttu, verkviti og hugmyndum til áhorfenda sem að þeir geta svo nýtt sér í hinu daglega lífi. Og það það sem gerir lífið svo skemmtilegt, að auka þekkinguna. Þið kannist öll við þetta þegar maður lærir eitthvað nýtt og getur svo nýtt sér það. Það svo ógeðslega gaman. Ég veit að þið eru mjög spennt fyrir þessu og það eru við líka, en þið verður því miður að bíða fram yfir áramót því þá fer fyrsti þátturinn í loftið. En við ætlum að sýna ykkur smá sýnishorn af því sem koma skal. Gjörðu svo vel. Í þættinum Praktískt fær sköpunargleðin að njóta sín. Við fáum skemmtilegar og skapandi hugmyndir, til dæmis til að fegra heimilið, einfalda eldamennskuna eða nýta verðmæti betur. Þá leitum við einfaldra lausna við algengum vandamálum og hittum úrræðagott og sniðugt fólk. Við skulum kíkja hérna inn í eldhús á Akureyri sem nýlega var tekið í gegn. Allir sem prjóna kannast nú örugglega við það að þurfa að rekja upp. Praktískt á N4 fyrir þig. Hvað segja bændur yfirskrift á nýrri þáttaröð sem við á N4 erum að vinna að, en þessi fleyga spurning hefur oftar en ekki hljómað á öldum ljósvakans. En hvað segja bændur?
Eru þeir allir eins? Nei, ekki aldeilis. Við ætlum að leitast við í þessum þáttum að finna út hvað bændur segja, sýna ólík störf þeirra, metnað, nýjungar og framtíðarsýn. En það eru þau Birna Pétursdóttir og Árni Tór Theódórsson sem heilsa upp á bændur og flytja okkur tíðindi úr sveitum landsins. Skulum skoða. Við á N4 ætlum í vetur að kynna okkur íslenskan landbúnað og líf og störf bænda í þáttunum Hvað segja bændur? Við fáum að skyggnast á bak við tjöldin og kynnast bændasamfélaginu, framleiðsluferli landbúnaðarafurða og heyrum sögur úr sveitinni. Hægt að auka verðmæti íslenskra landbúnaðarafurða, hvaða nýsköpun, rannsóknir og frumkvöðla er að finna í bændastéttinni, hvað gerist í ferlinu frá afurð til fullbúnar vöru, en ekki síst, hvað segja bændur í vetur á N4. Nú, við erum að reyna að kynna ykkur hvað við gerum á N4 og það viti sérst ekki allir hvorki hér inni eða heim í stofu hvað nákvæmlega fer fram á N4, en reyndar vitum við það nú ekki alltaf frá degi til dags sjálf, en það er nú annar mál. Við erum hins vegar, og það vitum við vel, meira en sjónvarp og við erum meira en N4 dagskrá. Þessi tala, hún er svo mikið uppáhaldstalan okkar, þessi 4, því hún stendur fyrir sjónvarp, dagskrá, grafík og framleiðslu. Við skulum líta á hvað N4 getur gert fyrir þig. N4 býður upp á margs konar lausnir fyrir þá sem vilja koma vörum sínum, þjónustum eða viðburðum á framfæri. N4 sjónvarp sýnir nýtt íslenskt efni á hverjum virkum degi, töluvert áhorfir á stöðina og sjónvarpsauglýsingar eru hagkvæmur kostur sem nær til fólks á öllu landinu. N4 rekur öfluga framleiðsludeild sem sér meðal annars gerð sjónvarpsauglýsinga, kynningarmyndbanda og efni til netmarkaðssetningar. Deildin sér einnig upptökur og beinar útsendingar frá viðburðum. Í grafíkdeild N4 starfa hæfileikaríkir grafískir hönnuðir sem taka sér ýmis verkefni, til dæmis hönnun á bæklingum, veggspjöldum, umbúðum og öðrum prentverkefnum. Áhersla er lögð á faglegar lausnir og skapandi hugsun. N4 dagskrána þarf varla að kynna fyrir Norrlendingum, en hún er einföld og áhrifarík leið til að ná til sem flestra á Norðurlandi. Dagskráin er gefin út vikulega í tæplega 12.000 eintökum, alltaf á miðvikudögum, og er henni dreift á svæði sem nær frá Blönduósi til Vopnafjarðar. Ekki hika við að hafa samband og fá nánari upplýsingar. Við tökum vel á móti þér, N4 fyrir þig. Sælverði, ég heiti Hreiðar Valtýsson og er kennari í sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri og ég hef fundið það að líf mitt síðustu ára hefur farið að snúa svolítið í kringum það sem að þessi maður hérna Erlendur Bogason hefur verið að skoða neðansjávar og það sem hún hefur tekist það að koma með þetta allt saman og sýna okkur sem að höfum ekkert að tækifæri hversu skemmtilegt er þetta niðri og bara að taka fram með okkur í hópnum eru Pétur Halldórsson og hún í Húnfjörð, þannig að við erum 4 strákar sem eru svolítið að leika þessu og sem sagt N4 gefur okkur tækifæri að sýna þetta. Hverjum hefði dottið í hug eftir stutt samtal við forstjóra vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum fyrir nokkrum árum að gera myndir lífríki í sjónum í Ísland, litið til þess að í ágúst síðastliðnum var ég að vinna með BBC Emmy-verðlaunahafa sem unnið við neðansjávarmyndatökur við þættina Planet Earth og Blue Planet. Eftir að byrjum að sína þættin okkar á YouTube og N4 gaf sambandi okkur frá BBC sem leiddi til þess að BBC kom til að mynda Strýturnir Eyjafirði tengslu við þátt byrjun lífs á jörðinni. Strýturnir Eyjafirði eru eitt af neðansjáum undir veraldar og tengdar við upphaf lífs á jörðu. Þess má geta að þáttastjórnendur BBC eftir að unnið með okkur hafa beðið myndefni bæði gamalt og nýtt af strýtunni, dýralífinu á strýtunni ásamt myndum okkar af segjunglum og þorski. Samstarf okkar við N4 hefur leitt til þess að þættirnir okkar hlutunum í haust, fjölmiðlaverðlaun, umhverfis og auðlindaráðuneytis og degi íslenskrar náttúru. Draumur minn var að þetta myndefni myndi kveikja áhuga fólks
sem ég upplifa nú orðið að veruleika. Þegar fólk fyrir að spyrja mig reglulega Stefáníu Steinbít og aðra neðan sjá lífverur sem við höfum fjallað í þáttunum, hvernig það hafa það og hvort það sé ennþá á lífi. Fyrir 2 vikum fann ég steinbít með hrognaklasa sem einstakt þannig að næstu mánuði ætla ég að fylgjast með og mynda á hrognin og helst ná því á mynd að litli steinbítar koma úr hrognaklasanum og að sjálfsögðu fá það að fylgjast með. Nú ætlum við rétt að kíkja undir yfirborðið og sjá nokkra myndir. Við vitum ekki til þess að áður hafi verið framleitt íslenskt sjónvarpsefni sem byggir á neðansjávarmyndum, líkt og lífríkið í sjónum við Ísland. Líkt og lífríki sjávar hefur umfjöllunarefni þáttanna verið ákaflega fjölbreytt. Sem dæmi efnistök eru elsta dýr jarðar, arnarnesdríturnar, hnúfubakurinn, þaraskógar, svamparnir, steinbítur, krabbar og hrygning þorska, svo eitthvað sé nefnt. Efnið hefur líka vakið töluverða athygli bæði innanland sem utan. Það hefur kveikt hjá mörgum áhuga á því að koma og kafa við Íslandsstrendur, bæði fjölmiðlamönnum til dæmis frá BBC sem á ferðamönnum almennt. Lífríkið í sjónum við Ísland hefur verið nýtt í kennslu í grunnskólum og í sjávarútvegsfræði auðlindadeildar Háskólans á Akureyri. Þá hefur það verið nýtt í stóru norrænu loftslagsáskoruninni, svo eitthvað sé nefnt. Lífríkið í sjónum við Ísland hlaut nú í haust fjölmiðlaverðlaun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins á degi íslenskrar náttúru. Verkefnið var styrkt af vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum, rannsóknarsjóði Síldarútvegsins og Strýtunni Dive Center. Föstudagsþáttinn tökum við iðulega upp milli 10 og 12 á föstudagsmorgnum og það hann Ágúst Ólafsson, tæknistjóri, sem upptökustjóri þáttanna, en þættirnir eru síðan sýndir það sama kvöld. Það í rauninni alveg ótrúlegt hvað við getum verið hress svona snemma á morgnana, en við skulum líta á nokkur dæmi. Við á N4 tökum á móti góðum gestum alla föstudaga klukkan 18 í föstudagsþættinum. Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. En þetta alltaf rosalega grjóthart og grimmt. Þetta eitthvað skemmtilegasta gig sem maður hefur spilað, það var bara allt hoppandi á staðnum. Þegar Heiða verður fertugur, þá raunverulega hringir hann í mig bara og tilkynnti mér það, nú ætla ég að bjarga tónlistarferlinu þínu. Þetta snýst líka bara svolítið að við séum að vera góð okkur sem konur og læra eitthvað nýtt og stíga út fyrir þægindaramman, til dæmis eins og núna. You're going to become more and more upset, even though you speak in Chinese, that she does not understand you. You'll speak in a louder voice and you'll find that you'll get angrier and angrier, but never being violent. In 1, 2, 3, wide way. Og getur ímyndað þér að verða dáleitur aftur? Fine! Hvers vegna myndir vilja það? Okay. Viljum við hafa byggð í Grímsey? Það bara stóra spurningin. Og til þess að sé hægt, þá þurfum við að veita íbúi sem þarf búa og þarf vilja búa aðstoð. N4 fyrir þig. Ég svo ótrúlega heppin að ég fæ stundum að taka með verkefni á N4 sem ég lít á eins og eins konar diplómanámi í viðkomandi fræðum. Orka landsins dæmi slíkt verkefni en Árni Þór Theodórsson, tökumaður, vann þetta verkefni með mér en auk þess þá var það Sigurður Ingi Friðleifsson hjá Orkusetri sem vann með mér og alveg brjálæðislega ánægð með það samstarf enda maðurinn snillingur. Já, takk fyrir það. Þetta nú bara þættir orku landsins á svona mannamáli fyrir venjulegt fólk og tekur á öllum þessu þáttum. En víst, það sem ég vinn ekki á N4 ennþá, þá kannski nýti ég tækifæri og hrósa þeim aðeins fyrir samstarfið. Þetta var frábært samstarf og sérstaklega fannst mér áherslan vera á efnið frekar en umgjörðina og það var til staðar mikill sveigjanleiki á þess að það kemur eitthvað niður á fagmennskunni. Ég held að það sé mjög mikilvægt. En það kannski í styrstu máli þetta bara frábæri þættir. Og ég svo öruggur með á að ég búinn að semja ræðina fyrir Edduverðlaunin næsta ári og við skulum bara kíkja á nokkuð brotið það. Við stöndum núna hérna ofan á 4000 tonna vatnsstang á Rangárvöllum
á Akureyri. Það er erfitt að flytja orku milli Norðurlands og Suðurlands. Svona í grundvallaratriðum, norður-suður tengingin er kannski stærsti flöskuhálsinn. Við höldum að það séu margir sem nota bara klósetti fyrir ruslafötu. Það að ég brenni metani á bílnum mínum, að það er bara betra að ég brenni því heldur en ég myndi ekki brenna því. Jæja, þá erum við komin að Hellisheiðarvirkjun. Hérna kemur þetta náttúrulega bara. Nei, þetta er ekkert svona heitt auðvitað. Sem er síðan valið hvað eitt af 25 undrum veraldar hjá National Geographic. Þá komum við ljósa að Akureyringur sagði ég hef alltaf fengið hitaveitureikning. En hann var búinn að borga sem sagt hitaveitureikningi fyrir 6 íbúðir. And this is because Iceland is among the top 10 countries in the world on geothermal technology. Við tökum steikingaróljuna og keyrum það í gegnum okkar verksmiðju sem er ákveðið efnaferli og úr því kemur lífdísel. Allt þetta og fleira í þáttunum Orka landsins á sunnudagskvöldum hér á N4. Auðæfi hafsins er annað dæmi diplómanám sem ég búin að taka, að þessu sinni í sjávarútvegsfræðum. Ég heillaðist gjörsamlega og algjörlega af íslenskum sjávarútvegi á sjávarútvegssýningunni í Brussel árið 2012 og áttaði mig á því að það væri eiginlega ótrúlegt að við værum ekki stoltari af þessari atvinnugrein hér á landi. Það litla sem ég vissi sjávarútveg var eiginlega allt neikvætt og umdeilt og snýrist að mestu leyti kvótakerfið og hnignun sjávarplása. Þrátt fyrir það þessi ótrúlega mikilvægt að ræða og takast á jafn mikilvæga auðlind og hafið okkur Íslendingum, þá var ég harð ákveðin í því að það væri algjör synd að við fengjum ekki að heyra meira spennandi, uppbyggilega, jákvæða, fróðlega og þessa einstöku hlið íslensk sjávarútvegs. Ég þurfti samt að fá okkur til að hjálpa mér og byrja, einhvern sem myndi kenna mér til að byrja með að minnstakosti munin á uppsjávarfiski og botnfiski. Og þá fékk ég þessa frábæru herramenn í sjávarútvegsfræðum auðlindadeildar Háskólans á Akureyri til liðs við mig og þeir hafa kennt mér margt og ýmislegt ætlu við að brasa í framhaldinu. Þetta eru fjársjóðir hérna sem taka eins við og segja kannski pínu frá samstarfinu og á framhaldinu. Takk fyrir. Ég heiti Hreiðar ennþá. Og við Hörður og sjálfsög Elli líka sem var hérna undan okkur, við höfum allir svolítið svona áhuga á því að vekja áhuga á því sem að Íslendingar einhvern veginn okkur fannst þeir vera að missa áhugan á. Það er að sé hafinn, þeir sem eru í hafinu og sjávarútveg, hversu spennandi grein þetta er, tekist auðvitað okkar vinnu þar sem við erum að kenna þar. Og við erum til dæmis núna það bil að fara að klára bækur fyrir framhaldsskóla sem við ætlum að leggja fram lífið í hafinu, eina bók með Ella, annað með Herði, meira veiðar og annað slíkt. Og N4 gefur okkur alltaf alveg ómetanlegt tækifæri til þess að koma þessu áfram hefur leitt til þessa frábæra samstarf. Já, ég ætla að bæta við að við erum líka að fara að framleiða bókum sjávarútveg fyrir grunnskóla, nemandi sem að aðstoða okkur það í háskólanum. Við sem sáum að það var svolítið vöntun á efni fyrir sjávarútveg á þessum stigum en jafnframt höfum við rekið okkur á það þegar við komum til Hildu að það vantaði svolítið sterkari miðil, bækur eru kannski svolítið lummó. Þar eru það samt ekki, við þurfum að nota það frá og við erum kannski frekari því upp í háskóla, ég starfa þar í sjávarútvegsdeildina að skrifa vísindagreinar en okkur langar að hleypa fleiri inn í þennan lokaði heim og þennan spennandi atvinnugrein sem sjávarútvegurinn er. Við byrjum í fyrra. Við komum að handritinu við Hreiðar að fyrstu seríun af Auðæfum hafsins sem fjallaði sjávarútveg, hleyptu fólki inn í þetta. Þetta samstarf hefur nú útviklast enn frekar og nú ætlum við að erum lögð af stað með 10 þætti störf í uppsjávarinaði, þar sem við ætlum að hleypa fólki hvað gerir skipstjórinn, vélstjórinn, vinnslustjóri í skipi eða í bræðslu. Jafnframt erum við lögð af stað erum búin að búa til handrit og ætlum að hafa í vetur 6 þætti af Auðæfum hafsins sem mundu taka sérstaklega fyrir uppsjávarveiðar. En ef við ekki kíkja bara á hérna smá innslag af fyrri seríunni. Ég er búinn að vera í fiski alla ævi, mér finnst enn gaman og hlakka til á hverju morgni að mæta og vinna. Þessi þorskur sem seldur á $5.20 kílóið, þannig að þetta er alvöru. Ég reyna að hafa steinbítskjaft í hverjum kassa af því hann er svo flottur. Þannig að núna er ég að vonast til þess að komast á erlendan markað og halda svona sýningu er náttúrulega partur af því. Þetta náttúrulega endar ekkert þó að við komum fiski í flugvél til Kaupmannahafnar.
Við Íslendingar flytjum mikið af þorski hingað til Frakklands. Það ótrúlegt til þess að hugsa að yfir 300.000 manns snæði íslenska þorsknakka í viku hverri hér í Frakklandi. Þetta ég finna á mér. Já! I'm buying the fish, especially the fish from Iceland. Búin að opna svona ákveðið tjald eða draga frá okkur tjald frá okkur heimi sem við vissum raunverulega ekki að vera til. Það allavega nokkuð víst að ég hef lært ýmislegt á því að gera þessa þáttaseríu af auðæfum hafsins. Vonandi þið líka. Komiði sæl, ég Heiðrún Villa og þetta er Steinar og þvílík lukka sem það var að fá símtal frá þessu frábæra fólki í N4 og vera kölluð á fund og fá að vera þáttur af því að einhverju sem búið að vera að gerjast einhver tíma að gera sérst hundaþætti og það sem við erum búin að læra, ég og Steinar, bara þessum stutta tíma síðan við byrjuðum er bara alveg ótrúlega margt og sérstaklega bara hvað frábært að vinna á þessari stöð og eins og með Stefáni, Sindra og þessum fagmönnum sem eru kringum okkur og það búið að gera þessa reynslu alveg yndislega og vonandi í rauninni sést það á þáttunum hvað mikið ástríða fyrir málefninu. Já og það einmitt markmiðið kannski með þessu þáttum okkar, það að efla hundamenningu á Íslandi sem hefur verið svona í allar áttir og fræða fólk um þennan fjórfætta vin okkar og skyggnast aðeins inn í kollinn á honum. Við ætlum að fara víðan völl, spjalla við marga, við ætlum að skoða ótal hundategundir og við ætlum að fara í þjálfun og við ætlum að þjálfa og við ætlum að hafa þetta fagmannlegt en samt svona stutt í smá grín annars lagið, það þekkist þína? Jú, við fíblumst svolítið hressilega annars lagið. Og það líka mér finnst líka mikilvægt að koma fram að þetta ekki bara fyrir hundaeigendur, til dæmis fyrir fólk sem hrætt við hunda, það getur notið góðs að því að horfa. Já, og kattaeigendur. Já, það bara, við förum víða og þetta alveg búið að vera mjög skemmtilegt. Við vissum ekkert að við ættum að fara að tala hérna. Þannig við... Erum við ekki með einhvern hund sem við getum bara sýnt ykkur með tricks? Við erum allavega að fá að taka þátt í þessu ævintýri hérna sem N4 er náttúrulega alveg bara óborgarlegt og bara frábært og við erum afar þakklátt fyrir og vonum það svo sannarlega að þessi þættir eftir að gagnast hundaeigendum og ekki síður hinu sem eiga ekki hunda og efla hundamenninguna og færa hana kannski á aðeins hærra plan en hún hefur verið. Og eins og Heiðrún minntist á hann, þá kom þessi hugmynd upp. Þetta eru þó nokkur ár síðan, alls ekki 2 ár síðan við erum búin að vera fabulera með þetta en nú þetta bara að verða veruleika. Við hefum ekki bara að kíkja hérna smá trailer í tilefni dagsins. Komið þið sæl og verið velkomin í þáttinn Hundaráð. Auðvitað það mikið álag og stress fyrir hvolpinn að flytja á nýtt heimili. Það umhverfið pínu að truflan, óöruggur en það kemur. Nú svona fer að fljótlega að skoða heiminn. Ef það hlýði ekki innkallið, þá nota ég tauminn sem samskiptatæki. Flott! Enda með því að þú farir hérna besti öldungur sýningar. Þannig að þetta eitthvað sem allir voru sammála að þú ættir að fá.
Góða kvöldi. Strákarnir að gera þáttum, við höfum ekki alveg verið að þessu. En þetta búið að vera ævintýri, við erum búin að gera, 9 þætti. Og við erum bara afskaplega þakklátir fyrir að fá að gera þessa þætti. Það tók mig ekki nema 4 mánuði að maður samfæraði að þetta var hægt. Nei, tjók. En allavega, við erum að koma með svolítið annað sjónarhorn inn í þessa dagskrárgerð. Við, yfirleitt þegar við förum að gera eitthvað, þá vitum við ekkert hvað er að gerast í næstu viku. Það sem að gerist núna, á miðvikudaginn, símtal, heyrðu, komdu suður, það er spennandi verkefni. Þátturinn sýndur í gær. Svona er þetta unnið. Það er bara, hvað er að gerast, skilurðu? Og við reynum að fylgjast með allt land. Bara hvað er að gerast, hvað er skemmtilegt, hvað er spennandi. Og við reynum að sinna öllu þessum motorsporti. Ég heiti Þórhallur í Petrómyndum, þetta er sonur minn Axel Darri og þetta er Brynjar Gutti Sjött, snillingur. Þau og enn 4 sögðu þegar ég sagði ég væri með manni í verkefni, hann væri ógeðslega flottur. Og hver er þessi Brynjar, getur hann verið kynir? Halló, höfum við ekki séð þetta? Er þetta ekki búið að vera geggjað? Halló? Við erum ekki alveg hættir, við förum aðeins inn í vetrardagsskrána, við eigum eftir 1 þátt sem er sýndur eftir hálfa mánuð og síðan verðum við náttúrulega á fullu að vinna bara í vetur, svona taka upp eitthvað skemmtilegt og komum á fullu vonandi næsta vor. Þannig að við látum okkur ekkert leiðast. Brynjar, viltu segja eitthvað að lokum? Nei, ég er ekki dvoðalega góður í svona ræðuhöldum, þannig ég ætla bara að þakka kærlega fyrir hjálpina og bara skemmtum okkur. Takk fyrir. Takk. Það er velkomin í Mótorhaus. Flugum viðbjöð bara hana. Þetta er geit. Það er öllum drullið saman. Herra mínir og frýr, úlingar og rollingar, ömmur og öfur, afar fínir afar. Ég heiti Stúfur Pönnusleikir Leppalúðason. Ég er sko sonur Grýlu sem er ekkert alltaf frábær og Leppalúða sem er alltaf frábær. Það heyrist bara ekki mikið í honum hvað hann er frábær. En hann er það. Hann er alltaf á náttfötunum eða nærfötunum, já, hann fer aldrei neitt. En ég er sonur þeirra og mér hefur alla ævi dreymt eitthvað meira, eitthvað svona stærra en mig. Nei, eitthvað svona mikið og núna er ég hér. Orðin heimsfrægur. Það er frábært.
Það minn stíll. Þá dettur mér í hug saga einu sinni var potasleikir. Hann varð svo lasinn að hann þurfti að fá stíl. Hann nefnilega sleikti heilan heita pott og hann varð svo lasinn að hann þurfti að fá heila stílabók. Æ. Hvað ætla ég eftir að segja? Já, mér langaði bara til þess að þakka fyrir þessi heiðursverðlaun. Nei, grín. En ég mun þurfa að æfa mig til þess að fá edduverðlaunin. Af því að nú er ég komin að aðalatriðinu að ég, heimsfrægur, á N4 ætla að vera með þátt þar sem ég gef svona jólaráð. Hvernig á að sauma fyrir jólin og baka og baða sig. Og það sé kannski ekki mitt sérsvið. En ég mjög góður í öllu öðru. Þá ég sé ekki gefin fyrir bað. Og ég ætla að gefa bökunarráð og ég ætla að gefa föndrunarráð og ég ætla að gefa jólainnpökkunarráð og kannski svolítið slökunarráð. Ég held að veit ekki af því að ég svona... Ég dálítill jógasveinn nefnilega. Oft. En, já, ég ekkert með eitthvað svona fínt til... Hey! Hvaða myndalegi maður er þetta? Halló! En mér langar, ég hef ekkert svona eitthvað vídeo til þess að sýna, en mér langar bara til þess að lýsa yfir ánægju minni með það hvað eru margar konur að vinna á N4. Þá kannski get ég eignast kærustu. Það er samt mín reynsla að það er betra að þeir viti ekki að þeir eru kærusturnar manns. En við skulum sjá hvað gerist í vetur. Það held ég. Hún bara kemur upp í fangið á mér. En nú veit hún það, þannig að það er best ég hætti með henni. Nei. Þá fer þessi... að dásamlegur þessu. Nú fer þessu að ljúka hjá okkur í dag. Ég vil endilega fá alla starfsmenn N4 og allir sem ætla að vera fyrir framan skjáinn, aftan vélarnar og stjórnina okkar líka, þá fulltrúa sem eru í stjórn N4 hérna upp á meðan ég les hérna smá uppáhaldið mitt. Komið. Uppáhaldið mitt er nefnilega fiskidagurinn mikli á Dalvík. Ef við mynda fiskidaginu mikla frá Dalvík, sjáu þetta. Upptaka frá stórtónleikum fiskidagsins mikla er stærsta einstaka verkefni N4. Við erum þakklátt Samherja fyrir að hafa veðjað á okkur á N4 við upptöku á tónleikunum, en flestir aðrir hefðu líklega frekar ráðið stórt framleiðslufyrirtæki úr Reykjavík í þetta verkefni. Tónleikarnir í fyrra voru síðan í jólapakkanum til starfsmanna Samherja, auk þess sem diskarnir voru seldir á Dalvík og fór ágóði þeirra til hljóðfæra kaupa fyrir tónlistaskóla Dalvíkurbyggðar. Við sýndum tónleikana á N4 og aldrei nokkuð tíman í sögustöðvarinnar hefur verið jafnmikið áhorf á þennan dagskrálið. Tónleikarnir voru líka sýndir á RÚV ári síðar. Í ár voru tónleikarnir ekki síður stórkostlegir en í fyrra, enda eru þetta líklega stærstu og viðamestu tónleikar sem settir eru upp á Íslandi. Tónleikarnir á fiskideginu mikla eru samstarfsverkefni Samherja, Riggviðburða, Exton, Fiskidagsins mikla og N4. Að upptökunni í ár stóðu fyrir hönd N4 16 einstaklingar og voru við með 10 myndavélar sem tóku upp þessa mögnuðu stemmingu. Ég verð að fá að taka það fram að það er yndislegt að vinna með honum Júlíusi Júlíusinni, fiskidags höfðingja og hæfileika búntinu honum Friðriki Ómari Hjörleifsinni, Dalvíkingi hjá Riggviðburðum, sem er yfirmaður þessa risaverkefnis. En undir hans stjórn er 100 manns sem koma að uppsetningu tónleikana á fiskideginu mikla með einum eða öðrum hætti og gera sýninguna sem veglegasta fyrir allar að njóta. Og ætli það hafi ekki verið 30.000 manns sem mættu á svæðið í ár og það er sko frítt inn.
Meðal flytjenda í ár eru Friðrik Ómar, Matti Matt, Eyþór Ingi, Erna Hrönn, Regína Ósk, Stefán Jakobsson, Stefanía Svavars, Hera Björk, Bryndís Ásmund, Sigga Beinteins, Ingo Geirdal og Margrét Eir. Þá var þar að auki frábær danshópur undir stjórn Jasmín Olsen og með þeim í för var líka 11 manna stór hljómsveit, skipuð landsliði hljóðfæraleikara. Ég vil þakka ykkur innilega fyrir að koma og vera með okkur hérna í dag og við getum fengið okkur kaffi hér á eftir og við skulum ljúka þessu hreinlega á því að sjá smá örlítið brot af fiskideginu mikla á Dalvík.